Ég segi, við byrjum kannski bara á Norrköping. Hvernig bara svona hefur verið að aðlagast og bara svona upplifa nýtt líf í Svíþjóð? Bara mjög vel, þetta hefur gengið bara frábærlega til þess að byrja með allavega. Og bara ég hef verið svona að komast inn í hlutina hægt og rólega. Þetta er kannski, aðeins annað heldur en Ísland, þannig að það er svona aðeins lengra að aðlagast þarna. En það er bara gengur vel. Lífið sem atvinnumaður, er þetta skemmtilegt líf? Já, þetta er mjög fínt sko. Ég held að þetta væri meira að leiðast, en maður finnur sér bara eitthvað að gera á daginn og þetta er mjög fínt sko. Búin að ná tökum á sænskunni, ertu byrjað að tala sænsku? Ekki alveg, ég byrjaði að læra eitthvað, búinn að fara í 2 kennslur, þannig þetta er alltaf að koma. En bara svona, þetta er náttúrulega mikið Íslendingafélag, svona mikil Íslendingahefð, maður sá það í kynningamöpunni og svoleiðis. Tekur eftir því hversu svona vel er tekið á móti Íslendingum þarna? Já, það er mjög vel hugsað um Íslendingarna, þeir eru búin að flestir sem hafa komið á Íslendingar hafa gert mjög vel. Þannig að þeir hafa góð reynsla í Íslendingum og fara mjög vel með þá sko. Náttúrulega Íslendingar í liðinu líka, það lítur að hjálpa þér að taka því svona fyrsta skref í atvinnumennsku. Já, það hjálpa mjög mikið að geta bara tala móðumáli sitt við einhverja leikmenn í liðinu og Arnór og Ari hafa hjálpað mér mjög mikið að komast inn í þetta og líka Andri meðan hann var þarna. Þannig að það er mjög þægilegt sko. Arnór Ingu náttúrulega, hann er búinn að vera á eldi með Norrköping upp á síðkastið, hvernig er bara verið að vera með honum á æfingum og í þessum leikjum? Það er geggjað sko, hann er bara ekkert eðlilega góður og hann er bara svona allt öðruvísi heldur en ég held að hann væri leikmaður og eiginlega bara eitt sá besti sem ég hef verið með sko, 100%. Það fara frá Stjörnunni á þessum tímapunkti, var það erfitt? Svona já og nei, við vorum að byrja svona uppbyggingu með Jölla og ég sá, vissi að þetta stemdi í bara mjög gott. Út af Jölli er geggjaður þjálfari og við erum með frábæra svona yngri leikmenn í Stjörnunni, þannig að það var ekki það erfitt, ég vissi að þeir myndi alltaf gera sitt sko. Núna, þeir eru búin að vera á ansi góðu skriði, komnir bara í Evrópubaráttu, gaman að fylgjast með þessu? Já, það er mjög gaman að fylgjast með þessu og líka sjá bara alla þessa ungu gæja koma upp sem að, bara eins og Róbert Frosta og Helga Fróða og alla þessa gæja, Kjartan og þessa, það er bara geggjað að fylgjast með þeim sko. Eitt góðu félagi náttúrulega í þessu U21-sallinni, Eggert Aron, hann er náttúrulega ennþá í Stjörnunni, margir að velta fyrir sér bara hvernig hann sé ekki farin út, bara hversu góður leikmaður er þetta? Eggert er bara geggjaður leikmaður og hann hefur verið bara frábær í sumar fyrir Stjörnuna og það er bara mjög skemmtilegt að spila með honum sko. Reynir að fylgjast með öllum leikjunum sem Stjarnan spilar? Já, ég reynir nú að gera það. Stundum er að spila svipuðum tíma og ég, það var kannski erfitt að gera það, en ég fylgist alltaf með highlights og svona hjá Stjörnunni sko. Mikill munur og kannski kjánuleg spurning, er rosalega mikill munur á Allsvenskan og Bestöldinni? Já, svona, með þá leiki sem ég hef spilað þá er alveg mikill munur myndi ég segja sko. Þetta er svona allt annað einhvern veginn tempó og hraðin í leiknum, hann er allt annars finnst mér. En já, ég myndi segja að það væri svona freka mikill munur, já. Bara við förum með þetta verkefni þannig, hvernig er að fara með U21-sallinni í fyrsta leiki í undankeppni? Ég er bara ekkert eðlilega spenntur fyrir því og þetta verður bara geggjaður leikur á morgunleiti sko. Þetta er ekki alltaf bara til að kíka á völlinn og sjá okkur vinna á móti Tékklandi? Jú, auðvitað, hvet allir til að mæta leikinn. Markmið að fara í lokakeppnina? Já, það verður að vera það. Markmið okkar er auðvitað að fara upp úr þessu riðli. Takk fyrir að dísa og gangi vel. Takk.